Það er farið að síga á seinni hlutan hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við ætlum að sjálfsögðu að fá smá tónlist hérna í lokin og hingað til mín er kominn Sveinn Arnar Sæmundsson, organisti og tónlistarmaður. Vertu hjartanlega velkominn í þáttinn. Takk fyrir. Við ætlum að fá að heyra hérna lag frá þér á eftir sem að sko tala nú eiginlega bara beint inn í þennan dag og við erum búin að fjalla svolítið þessi geðheilbrigðismál og sjálfsvígsforvarnir í hérna þættinum í kvöld en segðu mér frá þessu lagi. Sko lagið kviknaði svolítið út frá texta sem ég fékk frá mái mínum, Hinriki Má Jónsssyni, í nóvember í fyrra. Þá var rúmt ár liðið frá andláti míns besta vinar, Lárusar Dags, sem féll fyrir eigin hendi og textinn talaði mjög mikið til mín. Það var mjög fallegt og við sömdum það að ég myndi semja lag við þetta. Já. Og það var svolítið lengi að fæðast. Þetta var svolítið svona ekkert endilega auðvelt. Nei. En svo í lok janúar þá var ég búinn að búa til og söng það inn og sendi á Hinrik og hann var bara mjög sáttur og svo bara hélt sagan áfram. Já. Og í apríl, það var nú ekki fyrir í apríl sem ég komið í áleiðis til Baldurs Ketilssonar, upptökustjóra sem býr inn í Hvalfirði og hann tók þessu opnum örmum og hjálpaði mér að vinna þetta. Já. Fóru hérna hjólin að fengum söngkonu úr Hvalfjarðarsveit líka, Ástu Mari Stefánsdóttur til að syngja lagið. Já. Og vinnan hefur vatt upp á sig og þetta kom út núna 8. september. 8. september, til hamingju með það. Takk fyrir það. Og gaman að fá tækifæri til þess að sýna þetta svo hérna. Já, það var einmitt Heiðar Mar Björnsson sem að kvikmyndagerðarmaður Akranesi sem að gerði myndbandið. Já. Sem hefur tekið upp þarna í leyni í Hvalfjarðarsveit þar sem að mann Baldur býr. Já. Hæg heima tökinn. Já, akkurat. Og hefurðu gert mikið að því að fara í stúdíó þegar núna náttúrulega starfaru sem organisti og tónlistarmaður, sko, hefurðu gert mikið að því að taka svona upp eigin lög? Nei, ég hef ekki gert það, sko. Það var eitt lag sem var tekið upp sem að Guðrún Gunnars tók upp á sína arma og gaf út á plötu fyrir 3 árum. Já. En það er svona eina sem hefur farið í stúdíó, annars hef ég nú alveg verið að hugsa aðra þessum efnum. Einmitt. Og nýbúin að færa þig set sem organisti? Já, ég hef búin að vera á Akranesi í 19 ár. Já. Fór þangað, hérna frá Akureyri. Já. Og komin í Víðistakirkju í Hafnarfirði, byrjaði þar 1. september. Já. Þannig að það eru spennandi tímar. Já, það er það, virkilega, sko. Prófa eitthvað nýtt. Já, einmitt. Og eins þetta er kannski bara smjörþefurinn af því sem koma skal að fara í stúdíó og að taka upp og... Já, allan var þetta mjög skemmtileg vinna en pínu svona krefjandi því að málefnið var náttúrulega mér hugleikið. Að sjálfsögðu. Og það var náttúrulega minn æskuvinur. Og kom okkur í opna skjöldu svolítið, allt saman. Eðlilega bara. Já, og skiljanlegt að þá takið það tíma. Já, þetta tók sinn tíma, sko. Já. Og ég bakkaði nokkrum sinnum með þetta, sko. Já. Því hann var maður sem hugsaði mikið aðra og mikið samur og skemmtilegur en ég held á hann með út galið að ég var að semja mann lag, sko. Já. Einmitt, en bara ótrúlega fallegt að það sé samt... Já, það er í þessum texta náttúrulega líka í þessu ferli hugsaði það að fyrir nokkrum árum flutti ég kórverk með kórnum mínum á Akranesi sem heitir Eternal Light eftir enskt tónskáld sem heitir Hávar Gúdal og það var svona sálumessa en hann blandaði inn í messuna textum, huggunartextum, enskum ljóðum og samti lög við það sem eru svona huggunartextar fyrir þá sem eftir lifa. Já, einmitt. Og ég fjall alveg fyrir þessu og einhvern veginn sá ég tengingu þarna á milli og í textanum ósvonlega mikil von og það er huggun og þannig að ég hugsa að þetta geti virkað vel á fólk. Sem ákveðin sáluhjálp. Sáluhjálp og... Ja, það er svona hugmyndin allavega. Fólki sem finnur sig í þessum erfiðu aðstæðum geti verið smá svona huggun. Já, og það hefur það virkilega verið hjá mér sem líka ákveðin úrvinnsla úr þessum í þessu ferli, sko. Í þessu ferli, já, einmitt.
og sérðu fyrir þér að sko að svona þau eru komin á bragði með að semja og svona meira að þú farir að gera það í auknum mæli? Ég veit það ekki, þetta er svona, ég alveg geri þetta en þetta er ekki mér efst í huga sko. Nei. En hérna, kannski, ef að vel gengur og fólki líst vel á. Já, og svo kannski auðvitað bara náttúrulega gefur þessu ennþá meiri sérstöðu þegar þau eru ekki fleiri sko lögin. Akkurat, einmitt. Það bara kemur í ljós hvað gerist. Sko. Við gerðum rauninni líka, kemur líka ensku texti. Já. Þetta er hérna, komið inn á Spotify. Þýðinguna gerði Tómas Guðmundsson sem býr á Akranesi, en er nú hérna frá Akureyri. Einmitt. Og hvað heitir lagið? Það heitir Lítið ljós. Lítið ljós. Einmitt. Þakka kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn til mín og bara fyrir að leyfa okkur að spila lagið og myndbandið. Já, bara. Þegar við ætlum að enda þáttinn bara núna á nákvæmlega því, bara kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis, takk á móti mér. Og föstudagsþátturinn verður þó ekki mikið lengri að þessu sinni, en við ætlum eins og fyrr segir að enda þáttinn á litlu ljósi, hérna er lítið ljós. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa. Verið þið sæl. Dagsins birtu nú, dregin lína þvert á lífsins mark. Auðveldlega alla missum trú, ekkert gleður, allt er fánýtt hark. Farin er og fjarlæg byrgir sín, fyrrum þóttu allar leiðir greiðar, styrkur það